Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 1. júní er 7. sunnudagur eftir páska og sjómannadagurinn, innilega til hamingju með daginn sjómenn. Þema dagsins er söfnuðurinn bíður, hjálparinn kemur. Í lexíunni segir drottinn að hann ætli að búa með mönnunum. Í pistlinum skrifar Pétur að endir allra hluta sé í nánd og í Guðspjallinu varar Jesús lærisveinana við andstöðu yfirvalda við trúnni. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesi 15. kafla. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi ykkur frá föðurnum, sannleiks andinn er gengur út frá föðurnum, mun hann vitna mig. Þið skuluð einnig bera vitni því að þið hafi verið með mér frá upphafi. Þetta hef ég talað til ykkar svo að þið fallið ekki frá. Þeir munu gera ykkur samkundu ræk. Já, sú stund kemur að hver sem líf lætur ykkur þykist veita Guði þjónustu. Þetta munu þeir gera af því að þeir þekkja hvorki föðurinn né mig. Þetta hef ég talað til ykkar til þess að þið minnist þess að ég sagði ykkur það þegar stund þeirra kemur. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er söfnuðurinn bíður, hjálparinn kemur. Þegar Jesús talar þessi orð er kristin trú villutrú. Það hún er ekki viðurkennd af yfirvöldum. Bestu upplýsingar sem fræðimenn hafa iðkun trúarinnar frá þessum tíma hafa menn fengið af bréfaskriftum milli hérashöfðingja eða landshöfðingja eða til keisarans. Í þessum bréfum er háttalagi kristina og trúariðkun lýst og spurt hvað eigi að gera við þessa menn. Fræðimenn hafa fundið vísbendingar að kristni menn hafi í fyrstu horft á sig sem gyðinga. En í óerðum og ofsóknum á hendur gyðingum í kringum árið 70 þegar musterið í Jerúsalem féll, þá skilgreindu þeir sig frá þeim og skiptu meðal annars helgidag. Gerðu sunnudaginn, upprisu dag Jesú að sínum helgidegi. Pétur skrifar sennilega pistilinn á tímum þessara ofsókna sem kristnir menn gætu hafa tekið sem tákn endurkomu Krists. Hann skrifar: endir allra hluta er í nánd. Verið því gætir og algáð til bæna. Söfnuðurinn beið endurkomu Jesú og lærisveinarnir höfðu áður spurt Jesú tákn og fyrirboða að komu hans. Og hann sagði: þegar þið spyrjið hernað og upplaup, þá skelfist ekki. Þetta á undan að fara, en endurinn kemur ekki samstundis. Síðan sagði Jesús við þá: þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Jesús vissi að menn yrðu ofsóttir fyrir trúna, ofsóttir af öðrum trúuðum sem þættust vera að bjarga þeim. Hann vissi að hans fólk þyrfti hjálp, því sú stund myndi koma að hver sem líflætur ykkur þykist veita Guði þjónustu. Já, allt yrði gert í nafni trúarinnar. Og Jesús varaði við andstöðu yfirvalda. Í dag er þetta sama að gerast, bara á aðeins annan hátt. Guð er allstaðar rekinn út og orð hans þagga niður, allt í nafni náungakærleika og menningarlegs umburðarlyndis. Það er allstaðar gefið eftir, einmitt þegar við þurfum að vera varkár
og spyrna við fótum, endurvekja og halda fast í okkar trú og gildi. Halda trúnni hreinni. Við eigum að varast súrdeig annara kenninga eins og Jesús orðaði það, varast að blanda kenningum annara trúarbragða við kristna kenningu, svo hún fjari ekki smásaman út. Nú þegar er trúin kæfð niður, því Guði hefur verið úthýst úr almennum opinberum stofnunum eins og skólum og leikskólum. Og nú stendur lokahnykkurinn yfir, og það er að banna helgileiki jólaguðspjallsins í skólum á aðventunni. Kristnir menn gefa allstaðar eftir í nafni friðar og kærleika, en önnur trúarbrögð fá að vaxa. Spádómar Biblíunnar segja fyrir þetta, en þeir hefðu ekki verið settir fram nema af því að Guð vissi að þetta myndi gerast. Spádómar sem eru settir fram í myndmáli getum við yfirleitt ekki túlkað fyrr en þeir hafa komið fram, og þá lítum við tilbaka og sjáum hvað hefur gerst. Breytingarnar hafa þá gerst svo hægt að fáir áttuðu sig á því hvað raunverulega var að gerast. Orð Jesú í Guðspjallinu voru ekki spádómur, heldur sannleikurinn hvað væri í vændum. Og af því að sagan endurtekur sig sífellt, getum við lesið orð hans inn í margar aðstæður. Svo hvernig getum við túlkað í dag orð Jesú úr Guðspjallinu? Hver sem líflætur ykkur þykist veita Guði þjónustu. Postularnir voru nær allir líflátnir fyrir trú sína. En í dag er þetta líflát ekki jarðneskur dauði, heldur dauði eilífs lífs. Því að nái einhver að leiða mig frá Guði, þá öðlast ég ekki eilíft líf. Á okkar tímum eru menn löngu hættir að boða endurkomu Krists. Þó reikningin segja okkur að við getum treyst því að orð Guðs standi stöðugt og Guð sé ávallt hinn sami aldir alda. Í dag er öll áhersla lögð á kærleikann, kærleika Guðs til okkar og kærleika okkar til náungans. Og þetta getur leitt einhverja afvega. Ekki misskilja mig, kærleikurinn er æðstur allra verka og Guð vill að við séum kærleiksrík, en vörumst að gera kærleikan að verkum. Hið nýja boðorð Jesú var fyrst og fremst boð að elska Guð og síðan elska náungan eins og okkur sjálf. Það er ekkert minnst á verk. Gyðingar frelsust fyrir verk, fyrir hlýðni við lögmálið. Við frelsumst fyrir ást okkar á Guði og trú á soninn. En fyrir þá trú gerum við oft góð verk. Þau verk gleðja Guð og geta verið bænasvar fyrir viðkomandi og gefa okkur sjálfum vellíðan. En einmitt vegna þess að okkur líður vel þegar við látum gott af okkur leiða, er auðvelt að leiðast út í góðverka líf. Það er að telja það nægja að vera góð og traust manneskja, hjálpsöm og greiðvikin, án þess að hafa Guð í hjartanu. Almenna hugsunin er sú að allir góðir fari til himins, en Guð breytti kerfinu með komu Jesú. Af náð erum við hólpin fyrir trú, en ekki fyrir verk. Kannski er þetta ofar okkar skilningi að það nægi ekki að vera góð manneskja, en okkur til útskýringar sagði Jesús, enginn er góður nema Guð einn. Það er eitthvað gott í öllum mönnum og eitthvað slæmt í fari allra, en Guð mun meta okkur eftir trúnni í hjartanu.
Já, þema dagsins söfnuðurinn bíður, hjálparinn kemur. Söfnuður Guðs á að vera að bíða endurkomunar. En kannski urðu menn þreyttir á að bíða enda komin 2000 ár og ástandi í heiminum versnar stöðugt. Þjóðir rísa gegn þjóðum og ríki gegn ríki. Þjóðir heims berjast fyrir augum okkar, en merkingin fyrir ríki gegn ríki önnur. Þar fer hinn raunverulega barátta fram, þar sem ríki Guðs berst við ríki hins illa. Þegar Jesús dó á krossinum þá sigraði hann dauðan. Hann sigraði hið illa, höfðingja dauðans, og hann fór burt til að búa okkur stað. En hvers vegna hann ekki kominn aftur? Í lexíunni framtíðarspá fyrir ríki Guðs. Þar stendur að Guð muni gera ævarandi sáttmála við mennina. Helgidómur hans muni vera mitt á meðal þeirra og hann muni búa hjá þeim. En hvers vegna bíða í 2000 ár eftir að stoppsetja ríki sitt? Kannski verðum við að leita á fyrstu blaðsíðum Biblíunnar að svarinu og spyrja okkur, hvert var upphaflegt markmið Guðs þegar hann skapaði himinn og jörð og allt sem á henni gerði hana sjálfbæra og setti manninn yfir sem ráðsmann. Guð blessaði Adam og Evu og hann sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina. Guð vildi fylla jörðina af sínu fólki. Það skortir ekki mannfjöldan á jörðinni í dag, en aðeins lítill hluti þess kristinn. Frá upphafi heims hefur minni hluti jarðarbúa verið fólk Guðs. Að auki hefur víngarður Guðs verið grisjaður í 2000 ár. Greinar hafa verið sniðlaðar og tré hoggin upp með rótum. Ávöxturinn til Guðs ríkis hefur kannski verið svo rýr í gegnum aldirnar að enn pláss í ríki Guðs fyrir fleiri. Opinberunarbókin segir að í ríki Guðs verði ekkert haf, en í dag þekja höfin rúmlega 70% af yfirborði jarðar og þar fyrir utan bætast við stór landsvæði, íshellur, eyðimerkur og önnur óbyggileg svæði. Svo þeir 8 milljarðar sem búa á jörðinni í dag búa á 25–30% af byggilegum hluta jarðarinnar og Guð vill fylla hana með sínu fólki. Kannski hann að bíða eftir rétta fjöldanum. Jóhannes skírari og Jesús predikuðu báðir að himnaríki væri í nánd og í pistlunum skrifaði Pétur að endir allra hluta væri í nánd. Þó það séu liðin 2000 ár, þá eru þessi orð sönn, því að við lifum aðeins einu sinni jarðnesku lífi. Eftir dauða og upprisu tekur annað líf við. Þess vegna mikilvægt að við missum ekki sjónar af réttum boðskap. Blöndum ekki fjölmenningu inn. Það mikilvægt að vera vakandi og spyrna við fótum þegar á að ýta Guði til hliðar og á að útvatna gildin sem hafa markað líf okkar. Hér passa orð Jesú úr Guðspjallinu. Þetta munu þeir gera af því að þeir þekkja hvorki föðurinn né mig. Og við getum tekið til okkar þessi góðu ráð frá Páli postula. Standið stöðug og haldið fast við þær postulegu kenningar sem ég hef flutt ykkur munnlega eða með bréfi. Já, höldum fast í trúna því að hún aðgöngumiðin að ríki Guðs. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur.
Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.